Þetta er verkefni 9 í Word í C-hlutanum. Leiðbeiningar á blaðsíðu C14 og sýnishorn á blaðsíðu C15. Í staðsett bendilinn hér þar sem ég ætla að setja inn fyrstu töfluna. Var ágætt að hafa kveikt á entermerkjunum þegar maður er að vinna í Word. Ég fer hér í Insert, Table, ég vel 3 dálka og 2 línur. Ég skrifa textan hér inn, dæmi stýrikerfi tölva, síðan ætla ég að ljóma línuna, tækið eftir tákninu hér, þetta er endatákn í hverju reit fyrir sig í töflunni. Ég ætla að sameina línu 1 dálkana hérna og þá fer ég í Layout og Merge Cells. Og ég ætla að miðja feitletra og stækka letrið, þá fer ég á Home-flippa, miðja, feitletra og stækka letrið. Og ég ætla að setja skikkingu í línuna. Ef ég smelli hér þá sé ég að það er engin skikking, en leið og ég ljóma hana þá er eins og að sé skikking, en það er eingöngu af því að línan er valin. Og ég fer hér í Borders and Shadings og Shading og vel einhvern ekki mjög dökkan lit. Þannig að það komið skikking hér á bakvið. Nú ætla ég að breyta, skrifa inn í hina reitina. Windows. Hérna og breyta breytinni á þeim. Færi þetta hérna aðeins til. Það þarf ekki að vera svo nákvæmt. Og nú ætla ég að ljóma töfluna og hafa 3 punkta fyrir ofan og neðan allan textan í henni. Best að smetla hér og fara í Home og Paragraph og velja hér bilið fyrir ofan. Ég ætla að hafa 3 punkta fyrir ofan og 3 fyrir neðan. Og loftar aðeins meira textan í skjalinu. Textin hér á að vera miðjaður og textin hér á að vera hægri stiltur og þá erum við búin að búa til töfluna en ætlum að merkja hana með töflumiða fyrir töflu yfirlit. Og smellið í krossin hér, farið í References, Insert Caption, tafla 1 og fyrir ofan töflu, skrifa tvípunkt og orðabil og skrifa textan stýrikerfi tölva. Ég sýni ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið gerir töflu 2 en ég ætla að vista.